viljum við samt að þeir skili Maduro heim? Er það leiðin áfram? Hversu mikið áfall, það er bara hálf grimdalegt gagvart þá íbúum Venezuela og þessum 8 eða 9 milljónum sem að hafa flúið landið. Það er þessi stöðum sem mikið við, Þorgeiri Katrínu, bara það snerist ekki að frelsa Venezuela. Trump var ekki einu sem reyna að segja á blaðamannafundum af hverju þú var hann að trúa því, í okkar Íslendingan bara mér fannst þetta vera óþolandi. Það er alltaf komin þessi þörflis að horfa á þetta, hér erum við með einhverja heild, við þurfum að hana ganga upp fyrst. Svo getum við byrjað að huga því hvernig við getum bætt hlutir af því að við erum alltaf stödd í umhverju þar sem að allt er ekki lengur bara opið og allt er ekki lengur þægilegt. Heldur við þurfum alltaf að fara að hugsa mjög kalt hverjir okkar hagsmunir í þessu alþjóða umhverfi. Ég vinn nefnilega mikið með hlaðvarpinu, bara allir þeir sem eru að horfa, þeir bara taka þátt í ævintýrinu og þeir sem eru að horfa núna sjá að ég er búinn að teipa mækinn hérna og það mér vantaði millistykki og ég held reyndar, strákar, að lífið muni koma til með að verða svona. Að við munum þurfa í auknum mæli að grípa til svona ýmissa ráða til þess að takast á við nýjan veruleika. Og ég er hérna með Kolbeinn H. Stefánsson og Jökul Sólberg. Verið kærlega velkomnir. Takk fyrir. Takk. Hvað segið þið? Haldið þetta verði svona meira skítamix? Það sem að framtíðin beri skauti sér? Já, ég minnst ekki þetta ósennilegt ég held að við sem á leiðinu inn í tíma sem að það er mörg óviðskjöðu lofti og við getum verið að fara inn í erfiðari tíma heldur en við erum vön vorum nú hvað spjallum þetta innan fyrir fram og það eru svona merkjum það að svona þessi stóra nattvæðinga tímabilið sé að ljúka við sem að horfa aðeins meira aftur inn í hérna viðskiptablokkir aftur og það áttir að því að hlutir verða dýrari og það verða erfiðar að fá ýmsa hluti og svona þannig að það er ekki alveg ímyndað mér það að við munum sjá, við munum þurfa að nota teipið meira í framtíðinni. Já, Jökull, hvað er þitt tek? Með duktteipið? Já. Kannski erfið samlíking með heimsmálin ég veit það ekki. Er það sant? Ég er nefnilega út af því að nú sjáum við hvernig Trump er að haga sér. Og við erum að sjá í rauninni svona ótrúlega þróun í heimsmálunum og ég held að út af því að duktteipið, ég var nú að segja þetta við ykkur áðan að þegar maður er að vinna með einhver svona kvikmynda gera mönnum að allavega minni reynslu, ég veit ekki hvort það sé svona allstaðar en þá segja allavega þeir sem ég hef unnið með bara svona, við bara reddum þessu, bara duktteipið bara, ef þið vantar 3 fót eða eitthvað þá bara finnur út úr því, bara teipar þetta við eitthvað og bara lætur þetta standa. Og ég held reyndar að þetta muni koma til með að aukast og ég er einhvern veginn farin að hallast að því að þetta verði svona tími góðra ákvarðana þar sem að við munum koma til með að þurfa bara að svolítið svona breyta út frá viðmiðum, vera fljóta að bregðast við, vera fljóta að grípa til bara ýmissa aðgerða á ýmsum sviðum, sérstaklega sem svona smáríki. Já. Það var samlíking. Já, ég held að það sem að árið sem leið þá fann maður að það var rosalega mikil hröðun í gangi á heimsmálunum að hlutirnir það er að flosna upp úr þessari hegemónu heimsmynda sem er bara allt í kringum hennan svona þessa vestrænu smá yfirbörðuhyggju þessi búið að finna út úr ykkur hér og við þurfum að bíða eftir að hinir bara fatti það bara er ekki að fara að gerast þannig það eru fleiri pólar rísu upp sem eru jafnari og valda jafnvægi að stilla sig af og í þessari kviku sviðsmynd það var allir að reassessa og endur meta stöðuna oftar og tíðar og það er þessi hröðun sem ég held ég að fundi fyrir og þá kannski það sem ég myndi hræðast er að skítamixin verða þá er hann svar ákveð tæki sem eru brugðið til að nota til þess að bregðast hratt við ykkur sem er að gerast þá er ekkert endilega vissum að það verði góðar ákvarðanir en þú varst kannski meira að tala um Íslandi í þessu samhengi Já, nei, mér finnst það reynda mjög góða punktur út af því að það hefur verið svo lítið stemning undanfarin áreindar og kannski hefur það bara smitast alfarið yfir í svona stjórnmálinn og stjórnkerfið að við einhvern veginn svona, já, það þarf að koma til móts við þetta hérna, við þurfum að vera fljót að grípa þetta þá einhvern veginn spretta 10 nýju vandamál sem við þurfum svo líka að vera einhvern veginn að grípa Hvað með Grænland, við höfum kannski ekki alveg 10 ár til þess að mappa út öll scenaríu og þar, það gæti eitthvað gerst bara mjög hratt Trump er að gefa sér 2 vikur til að ákveða sig og þú veist bara þeir sem geta þeir bara
vaða áfram. Já, við erum náttúrulega held ég að myndi að sjá sem sagt, heimsmyndina enduraðast ábúðslega hratt og þetta er endur ekkert alveg sögulega, það eru söguleg fordæmi, við erum að ganga inn tíma það sem eru mjög hraðar og massívar tæknibreytingar eiga sér stað, þeim fylgir oft ykkur svona ókyrði í alþjóðastjórnmálunum. Ég held að við vannmyndum aldrei mikið hvað ókyrðin er mikil, við pælum rosalítið í Afríku en það er náttúrulega við að Afríka logar í átökum sem að snúast þegar allir á botnin kvöld tölur mikið auðlindir og verðmæta málma og fleiri slíka hluti sko. Þeir verða líka 5 miljardar eftir 50 ár, 60 ár eða eitthvað leys? Já, það veldur aldrei á því hvernig þetta þróast hjá í átökunum. Já. en þannig að sko þú veist við höfum náttúrulega séð sko Mið-Austurlönd það er ennþá sko mjög viðvarandi spenna þar og við sjáum að Íran nú er massív mótmælalda í Íran það getur hvað sem er gerst þar og mjög hratt þegar það fyrir að stað og við höfum líka að séð í sögunni að klerkastjórn Íran er agaleg stjórn en það er ekkert alltaf víst að hlutinni batni við það að hún falli. Við höfum séð allt og mörg fordæmi því að sérstaklega í þessum heimsluta að það er meira en að segja það að fella einræðisstjórnar sem eru þar af því að oft er rosalegu klofningur undir niðri og hættan á þetta leysist upp í einhvers konar borgarastyrjöld eða slíkt er umtalsverð. Þannig að þetta eru flóknir og hættulegi tímar en samtíma pínu áhugaverði tímar. Já, það kannski leiður okkar inn í Venezuela sem er náttúrulega eitthvað sem að átti sér staða núna á sunnudaginn, við erum að taka upp 7. janúar og þetta var aldeilis, hressandi leið til að byrja árið, það allavega vakti mikla athygli. Það sem mér þótti svo áhugavert er að við sáum, þetta er einhvern veginn að sama hvaða mála það er bara fólk fer alltaf í fylkingar. Það er bara önnur fylkingin segir herru þetta er frábært og þetta var viðbjóðslegur einræðisherra, ég er endar sammála því, en segja þetta sé viðbjóðslegur einræðisherra og segja svo við hinn hliðina hvað ertu að peppa einræðisherra á meðan hinn hliðin er skilur að segja bara herru þetta var brot á alþjóðalögum og bara hvað ætlar hann að gera, ætlar hann að fara að gera þetta núna bara allstaðar þar sem að honum mislíkar eða okkur mislíkar einhvers konar þjóðarleiðtogar. En þetta er ótrúlega skrítin staða sko, út af því að ég líka á eftir að hitta þann Venezuela búa sem er alfarið mótfallin þessu. Þá einhvern veginn, ég veit ekki hvað ég á að gera við þessar upplýsingar sko. Ég er mjög mikið á samastað sko, ég meina Maduro var agalegur einræðisherra, harðstjóri, búin að rústa efnahagslífi Venezuela og við erum að tala um það að cirka 3 af hverjum 10 ríkisborgurum Venezuela eru á flótta í dag. Á hinbóin var þetta klárlega brot á alþjóðalögum og það, kannski fólk geta aldrei að reyna að trúa þessinni sko svona kunnuleg narratív, tala um þessum valdarán eða innrás, þetta er hvorugt og það er eiginlega það sem að sko gerir þetta sérstaklega áhugavert og sérstaklega ógnvekjandi er það að þetta er raunveru mannrán. Þeir senda þennin og sækja æðstamannin í stjórnkerfinu og draga hann fyrir dóm. Þetta er smá duct tape í New York sko. Já, þetta er duct tape. Eins og það er eitthvað, og það er eitthvað þetta, ég held að sko þetta er eitthvað rómaveldi, bara það maður rétta yfir þeim í Róm öllum. Já, ég held að sko nærtækasta dæmið sé eitthvað tímann þegar að Napoleon rændi Píusi páfa eitthvað tímann. Eitthvað af Napoleonum, ég hef ekki haft tíma til að setja minni í það sem er rámari sem er skýrasta sögulega fordæmi, því að venjulega þegar fólk er að gera þetta, þá er það verið að skipta út sko valdaelitinni í heilsinni sem er ekki gerast, allavega ekki ennþá og það er ekki verið að reyna að sko hernema landsvæði heldur það bara... Þetta er ekki stjórnarskipti. Nei. Þetta er mjög skrítið plott sko, ég held að sé sko Trump er svona maximum theater, hann sko vil hámarka leiksýnis áhrifin og þetta lyktar svolítið af því fyrir mér að þetta sé svona við ætlum að ná myndum á honum með eitthvað hettur hausnum og þá og þá er effektin kannski að
dreifa athyglinni frá Epstein-skjölunum enn og aftur og eitthvað svona sko. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Svo náttúrulega einhverju saga núna í gangi það að þessi komið samkomulag að þeir Venezuela flytji eitthvað ákveðið magn á olíu til Bandaríkjanna. Þannig að það eru klárlega einhverju hagsmunir þannig líka sko, en það eitthvað þetta, það einhvern veginn því að sko þegar kemur að til dæmis það margt sem bendir til þess að það sé alveg sannleikur í þessu að sem sagt stjórnvöld í Venezuela séu implikeruð í því að flytja út fíknefni sem fyrst og fremst framleitt í Kólumbíu. En stærst hluti af þessum fíknefnum fyrir til Evrópu reyndar, en sem sagt það einhvern veginn, með því að skilja stjórnkerfi eftir samt hann ekki að gera til að stoppa það. Allur infrastruktúrin þannig til staðar, allir gerendunir í því ferli eru til staðar. Já, en Bandaríkjunum hafa fallið frá þessum ásökunum að hann sé að leiða eitthvað dröggkartel sko. Þannig að þú veist þetta. Eru þeir búin að falla frá því? Já, það ekki það partur af var þessu. Já, það alltaf var 100% bara lygi og yfirskinn og algjört bull sko. Og algjör uppspinni sko. Allavega samkvæmt mínum manni Max Blumenthal og þeim sem ég að fylgjast með í mínu búblu. En já, en ég náttúrulega, þú veist, ég sósíalisti og ég ekki alveg sammála allir þessari greiningu með Maduro, sko varandi það sem þú komst með áðan. Það svo mikið tengslum Íslands við Venezuela núna allt í hennu. Það svo mikið fólki sem hefur búið og það að koma á eftir mér þess sem flóttamaður frá Venezuela. Og ég búin að taka eftir þessu líka. Og ég bara að lesa sögu, kynna mér þetta mikið við get núna, lesa sögum Hugo Chávez sem kemur inn og þjóðarframleiðslan fer bara algjörlega á fullt og það bara mjög, þú veist, það bara hægt að plotta bara þjóðarframleiðslu og hún bara ríkur upp og Hugo Chávez kemur og nationalisar olíuna og dreifir tekur olíuna og breytir inn í velferð og það gengur mjög vel í hans aldartíð. Svo þegar Maduro tekur við og viðskiptaþvinganirnar eru farnir að bíta, þá fer bara línan aftur bara ennþá hraðar niður, sko. Og það sem ég sé sem sósíalisti og greina allt út frá marxist-leninískum pælingum og realpólitík í blandið það, í raun og veru að viðskiptaþvinganirnar hafa klofið Venezuela þjóðana all hressilega í sundur. Þannig að almenningur horfir á 80% falli í þjóðarframleiðslu og veltir fyrir sér. Ég skil mjög vel að einhverju velti fyrir sér okkur ósköpunum eru við ekki bara í samstarfi við það þá skömminu skárra að vera í samstarfi við bandarísk olíufélög að vera með einhverja framleiðslu vera með einhverja þjóðarframleiðslu heldur en að þráast við og vera með sósíalist fyrirkomulag og þess að viðskiptahindranir og þetta bara ákveðin heimspeki sem kemur þá þarna einskilur og veltir og varpa spurningunni fram ætlum við að lifa við þessa viðskiptahindranir vegna þess að við trúum á ákveðið skipulag og styðja þá, þú veist það ef við segja bara hvaða fíblagangur þetta, þú veist realpólitíkin hjá þeim part almenning segir örugglega þetta komið gott, sko, bara þá raun og veru viðskiptaþvinganirnar að virka, skilur það bara spurningum prinsipin, sko. Já, ég nefnilega hef þetta er svona mín svona snöggsáðana greining, sko, á þessum. Ég nefnilega með aðeins öðruvísi kemur óvart, öðruvísi hugmyndir þetta, en ég nefnilega, sko, búin að vera að reyna að skoða þetta út frá, það að lesa bók núna sem heitir Things are never so bad that they can't get worse. Það sem fjallað einmitt, sko, þessa velmegunar bylgju sem kom þegar að Hugo Chávez var farin að gefa fólki báta og var í Allo Presidente þættinu sínum sem var svona eins og svona einhver leikþátt eða svona game show, hann var svona game show host sem forseti þar sem að fólk hringdi inn og hann bara gaf þeim já, þú hefur það báta, þú færði íbúð. Þannig að Trump var ekki fyrsti reality TV. Það nákvæmlega, hann einmitt, hann heitir William Neuer, hann heitir William eitthvað. En hann einmitt setur þetta fram, sko, hann segir einmitt Trump var ekki svo fyrsti sem hafði þessar skona spektakul hugmyndir það hvernig ætti að ráða.
en þar fer hann yfir sögur og ég reyndar fór aðeins dýpra í þetta, var svona að skoða sögur þar sem að til dæmis Hugo Chávez var að bara þjóðnýta bara búðir, bara benti á búðir hérna, við tökum þetta, það bókabúð þarna, ég vil þjóðnýta hana, hérna við tökum þetta og að það hafi í rauninni brotið niður þennan móral, svona samfélagsmóralin frekar heldur en endilega viðskiptaþvinganir, út af því ég einhvern veginn, sko, viðskiptaþvinganir eru mjög sérstakt fyrirbæri eins og hérna fjallarum í hérna Economic Weapon eftir Nicholas Mulder, þar sem að fer mjög yfir þetta að árásaraðilinn niðurstaðan er í rauninni aldrei sú sem að árásaraðilinn vonast eftir en getur átt náttúrulega mjög slæm hérna áhrif en viðbröðin eru svona mismunandi og ég einhvern veginn kaup ekki alveg þessa söguskýringu það að sko mórallinn innan venezuelísk hérna samfélags hafi farið niður út af þessu. Ég held að það hafi miklu frekar verið út af því að hann var í rauninni að taka velferð að láni, svolítið svona eins og við höfum verið að gera hérna á Íslandi að mínum mati og það náttúrulega kerfi sem að endingu fellur en þegar þú ert að þjóðnýta bara allt sem þið dettur í hug til þess að þetta færa einhverjum öðrum að þá minnkar það hvata, samfélagslega hvata til þess að reyna að skapa einhvers konar velmegun fyrir borgarana og endingu verði þetta niðurstaðan. Þannig að ég sá þetta einmitt graf þar sem að Gunnar Smári var að birta það að hérna viðskiptaþvinganirnar koma hérna þegar að allt hérna í blóma en svo fallar þær fljótlega eftir það. En ég kaupi ekki alveg þessar svona sögurskýringar út af því að það einfaldlega, ef við bara hugsaum þetta hér, ef Kristrún Frostadóttir færi bara niður í miðbæ og ætla að fara að þjóðnýta hérna allan Laugaveginn og segja bara, ég tek þetta, hvers konar áhrif myndi það koma til með hafa? Allar lundabúðarnar myndi alveg keppa þeim. Það mætti alveg þjóðnýta þær, sko. Það mætti reyndar þjóðnýta þær. En fattar hvað ég meina? Já, einmitt. En þú veist, þú ert alltaf svolítið að segja bara sósíalismi bara by definition getur ekki virkað og svo verið það svolítið að finna út sögurskýringuna til að eða þú veist, að gefa sér okkur fórsendu og fór svo skoða söguna, skilurðu, er þá, Nei, ég skil alveg rök, eða þessi skil alveg hvað það fara, sko. Ég er bara að reyna að para þetta svolítið við bara okkar viðbragð við því ef að einhver kæmi hérna og ætlaði bara segja svo bara eins og út af því að það er vinsæll dag einhver ætlaði bara að þjóðnýta sjávarútveginn bara Þorsteinn Mára myndi bara allir vera peppaðir yfir því að hann yrði hérna tómataður bara hérna á Arnarhóli og við myndum öll hlæja að því og það allir vera gefið peppaðir en sko ég menna bara ok, tökum þetta bara þú veist, auðlindin í Nóri er olía þau fara bara út og bora á sækjana það bara strax frá upphafi bara eins og Landsvirkjun væri með útgerðir eða þú veist, það er ekkert langt að sækja bara, þú veist, sósíalískar bara hryllilegar þjóðnýtingar hugmyndir sem að bara allir á Íslandur sammála þessu bara miklu betri að orkan okkur sé Landsvirkjun að olían fyrir Norðmenn sé Statoil just throwing it out there skilurðu, það er sátt þetta skilurðu, en það er ekki sátt ef að Kristrún Frostadóttir lappan yfir Laugaveginum bara bendi allar áttir, ég er líka alveg sammála því. En af hverju ekki? Ég meina ef að hvað er línan? Ef þessi sósíalíski draumur okkar er þannig úr garði gerður að það er betra að ríkið reki hlutina heldur en ekki. Ég er með alveg línu í mínum huga. Línan er hérna auðlindir, fjármálakerfi, orkukerfi og stórpartur húsnæðiskerfinu. Þú veist, allt hitt bara veitingastaður, bakarinn, hann er bara frumkvöðl, skilurðu. Og fullt af einhverjum hugbúnaðarfyrirtækjum og hugvitsgeirið eins og þetta kallaði okkur bara ótrúlega stór partur af hagkerfinu væri ennþá bara inn í myndi vera með markaðsbúskap og hérna útflutning og innflutning og bara allt eins og skilurðu. Grunnstöðunar er að pitcha einhverju samfélagsskipulagi hérna. Ég er alveg með línu þarna, þannig að þetta er ekki allt eða ekkert sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is.
Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það ástæði fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate hreint út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Já, ég held að þetta sé ekki alveg svona svartklít því að ég held að við horfum á valdatíð Maduro sérstaklega. Þá getum við sagt að sósíalisminn sem var iðkaður í Venezuela sé að mörgu leyti eins og versta skrumskæling af sósíalisma eða bara vinstristefnu yfir höfuð sem fengi frá hægri manni. Það er svona eins og þessi að reyna að prófa allar vondu hugmyndinar sem að hægrið sakar vinstriðum. Þegar við horfum til dæmis til Noreg sem er, sósíaldemokratist ríki í grunninn en hérna er markaðsríki og þeirra nálgun að nýta hann olíusjóð, þeir samna honum upp. Hann er raun og veru varaforðum þeirra. Og tóku þá skynsamlega ákvörðun að hella honum ekki bara beint út í efnahagslífið. Það geta allir orðið rosalega ríkir í smá tíma og svo myndi allt fara til andskotans. Ef við horfum til Kína til dæmis, þá eru Kínverjar að hafa gefið töluvert svigrúm fyrir einkaeign og frelsi í atvinnulífi, en það rammast allt inn af atvinnu og efnahagsáætlunum kínverska ríkisins. Kínverska ríkið setur tónin, þannig að þú getur orðið ansi ríkur sem atvinnamaður í Kína, en þú verður að dansa eftir leikreglum, þú verður að vinna í þágu markmiða heildarinnar. Þannig að og það er kannski þar sem að hérna við erum ekki að horfa neitt Venezuela dæmi þar það var náttúrulega á tímum Maós, þá var margt svona Venezuela-legt, landbúnaðurinn lagður í rúst og málmforði þjóðarinnar eyðilagður með því að bræða ótrúlegustu hluti saman og svona, en sem sagt í dag þá erum við að horfa á allt öðruvísi nálgun og ég held kannski ef við myndum segja að það væri stóri munur til þess á kínverskum kapitalisma og sem bara vestrænum kapitalisma, þá liggur þetta aldrei í því að hvar valdið liggur í sambandi ríkis og fjársterku aðilana á markaði. Og til dæmis bara svo í Kína þar fá minni atvinnurekendur gríða og sjálfstæðir atvinnurekendur gríða mikið frelsi til þess að þú getur verið með sett upp hérna svona eitthvað skonar götu matarbás fyrir fram á veitingastað og það myndi ekki líðast á Vesturlöndum. Þú verður að koma tróðar inn í þeirra svæði, ógna þeirra viðskipta hagsmunum veitingastæðarinn sem er svona formlegt batteri, en sem sagt í Kína þá gefur meira svigrúm fyrir þessum hlutum bara að því að það er stór hluti þjóðarinnar lifir af á þennan hátt og bara stóru aðlunum verður bara að díla. Já, ég horfi á svona hugmyndir mínar og ástæðan fyrir því að ég er til dæmis á móti sósíalisma er ekki endilega út frá því að ég hlusta því hérna á þetta bara ömulegar hugmyndir, bara hvað er þetta að pæla. En hérna Christopher Hitchens sagði í mjög frægri ræðu hérna tjáningafrelsi, þar sem hann var að ræða við stúdenta meðal annars og hann sagði já, hérna þið eru með svona ýmsar hugmyndir það hvernig þið getur verið að verja ákveðina hópa, gagnvart einhverju umræðu og að þeir einhvern veginn að grípa inn í ef einhver gengur á langt í sínum umræðum og hann sagði, en hvern viljið þið fá til þess að setja ykkur leikreglunar það hver megi segja hvað bara who would you nominee eins og hann segir í ræðinni og það er svolítið vandinn að mér finnst og eins og þessari bók sem ég er að tala í Venezuela þar sem að er með því lýst að svona valdastruktúrinn á toppnum byggist rosalega mikið á því til þess að Hugo Chávez hafi ekkert verið endilega vond manneskja og hann hafi ekkert verið einhver svona, þetta var hann greip til mikillar ilsku og grimdar en hann hafi samt talið sig verið að gera réttan hlut og það sem var slæmt fyrir efnahaginn var að það var það mikill ótti við hann samt að fólk var ekki að veita honum réttar upplýsingar. Þetta náttúrulega gerist líka í Sovétríkjunum þar sem var verið að tala ýmsan iðnað
þar sem þeir bara lögum tölur út af því að ef þeir lögu ekki tölunar þá eru þeir skotnir út af því að þeir eru að klúra hlutunum og einhver að tala það sama séu upp á teiknunum í Kína í sambandi við fólksfjölgun og annað. Þannig að það svolítið mín gagnrýni sko að já, Jökull Sólberg ég sagði nú við Dóra DNA hérna daginn að þú örugglega bjargvættur vinstrisins en ég samt myndi aldrei treysta þér til þess að stjórna svo miklu í öllu mannlegu samfélagi og ég tel að þú ættir ekki treysta mér fyrir því, þrátt fyrir það að ég væri með svakalega góðar hugmyndir sem að hljóma vel í eyrum fólks. Einmitt sko, en sko svona frjálslindis agenda þar sem þú ert að horfa til einstaklingsins og hvaða svigrúm hann hefur til að haga sínu lífi og þú veist að þurfa ekki endilega ganga í takt samt að einhverju yfirboði og svoleiðis. Það rosalega stór partur af heimsmyndinni okkar en svo eru önnur ríki sem eru á öðrum stað eða með annan kúltúr með aðra sögu og vil svo oft mjög erfitt fyrir okkur að heimfæra nú veru svona þessa frjálslyndu svona glóbalista hugmyndir okkar yfir að flytja þær bara beint yfir okkur annar land sem í allt öðru ástandi. Já, ég sammála því. Og mjög mikið sem í gangi til dæmis í Venezuela þú veist að því gefnu að nágrannið þeirra með þú veist Bandaríkin, stærsta hervaldi í heimi, stærsta hagkerfi í heimi með bara brjálæðislega svona andsnúin Venezuela á mjög margan hátt og núna búin að ráðast inn skilurðu og að sífellt að ógna Venezuela og djöflast á þeim með viðskiptaþvingunum sko forgangurinn í þannig landi það er erfitt að segja, hvenær ætlið þið að fara að pæli þessum réttindum þessara eða hvað þessum að segja og fólk bara horfa bara, hvað er þetta tala, þú veist, veistu hvert þú ert komin bara, það fara svolítið stig og svolítið varlega til jarðar þarna held ég sko, ákveðnu leyti að sko þessi réttindi koma, þetta kemur í ákveðnu röð, hún þarf ekki að vera mjög nákvæm þessi röð en það eru stóri kaplar í ekki bara mannkynssögunni, heldur í sögu hverra þjóðar sem þarf að klára og loka til að byrja að skrifa næsta kapla. Þannig að þú veist að fólk segir bara eitthvað, já, ég menna rosa mikið af fólki sem rosa liberal bara frjáls Palestína, ég menna þetta fólk myndi fara til Palestínu samkynhneigður maður, hann bara skotin bara herði, þú veist, hann alltaf standa með Palestínu þó maður sé líka hérna heima berist fyrir einhverjum ákveðnum réttindum sem eru bara svona langt í land kannski einhverjum skilningi á öðrum stöðum vegna þess að ástandið bara allt annað. Já, ég ræddi það nú í þætti hérna fyrir ekki svo löngu að ég held að sko tími einfaldra lausna, duct tape væðing. Já, ég eiginlega sammála, duct tape væðingin verður neikvæð sko. Ég held það. Út af því að við erum með svona, þú veist eins og það gerist í El Salvador, að fólk var ótrúlega þreytt af einhvern glæpagengum og hann fór bara og hreinsaði þetta út. Og fólk var bara, heyrðu, það bara minni glæpir núna. En það voru samt fullt af, ég meina þeir voru bara að grípa einhverja menn sem voru bara með húðflúr sko. Þannig að þú veist, ég örugglega handtekinn hana. Duct tape og plástur, stutt á milli sko. Já, akkurat. og ég held að samt sko að lýðræðislegur vilji, svona pólitíska eftirspurn, mun hreyfast í þessa átt á Vesturlöndum. Til þess bara eins og með útlendingamálin sem að mjög margir hafa áhyggjur af. Ég held að endingum muni fólk bara ok, hann bara kýs ég bilaðasta mannin sem að verður tilbúin til þess að grípa til bara einhverja mannréttindabrót og annað. Ég held að það muni koma sko. Já, ég held að við sem samlum þetta ég er mest stressað með að miðjan í pólitíkinni verði svona Sigmundur Davíð sagði daginn sko Íslandi væri fólk að kjósa alveg nýja ríkisstjórn, hún verði nákvæmlega eins og fólk verði orðið svona shit, bara, þú veist nothing ever changes og þetta muni gera fólk algjörlega brjálað og þá mun meira til að kjósa eitthvað auka dæmi sko. En ég veit ekki, ég mitt einhver influencer sem ég fylgja á TikTok sem hann einhver heitir, hann sem sagt kínverskur og er að reyna að útskýra Kína fyrir heiminum og hann svona kannski fangaði ákveðna tilfinningu ágætlega, hann sagði já, á Vesturlöndum þá fáið að velja leiðtogan ykkar en það breytist aldrei neitt. Kína fá ekki að velja hvað stýrir en það er hægt að breyta hlutum.
ég veit ekki alveg hversu mikið það er að breyta í Kína en sem sagt, en einhvers veginn það er náttúrulega þessi tilfinning, það skiptir engum máli endan hvernig þú kýrst, þá færð alltaf einhvern veginn að saman upp úr hatinum sko, og bara kerfið lullar áfram og það er einhvern veginn ekki að virka, þannig að hérna þá hætti fólk að dreyma bara þú veist, hvert gæti þessi þjóð farið já, þú veist, ég er mestar ágjörð að Evrópusambandinu með þetta þú veist, það er búið að taka draumurinn á að vera Evrópu, hann má ekki vera þjóðina já, þú veist, þetta gerir mig alveg bara gráðharðan sko, þú veist, þetta attitude að fólk sé hætt að gera kröfur þú veist, og hvað er næsta stið fyrir okkur, hvað er næsta stið fyrir okkur í velmegun og þú veist en það var líka sko þessi hugmyndaþróun sem átti sér stað hana í kringum sko 9. daginn þú veist, það sér á hlutafinum með því að segja að það er ekki til neitt sem heitir þjóð og einhvern hátt sko í kringum nattvæðingunum þá gengst vinstrið aldrei inn á þessar hugmyndir þetta er einhvern veginn, þjóðríki er einhvern veginn svona arfleið gamals tíma en við erum samt sittum ennþá uppi með þetta og sko það er hægt að hugsa sko hér er einhver hópur fólki sem býr á þessu landsvæði og við höfum sett okkur eitthvað markmið sem hópur, við ætlum að byggja upp sterkara heilbrigðiskerfi þetta er þessi hugmynd bara eins og þegar Clement Attlee ákveður að setja sem sagt, eftir stríðið segir við þurfum að halda áfram með skömmtun aðeins lengur þið mun ekki sjá lífskjör batna mjög hratt á þessu kjörtímabili að því við ætlum að búa til sem sagt opinbert heilbrigðiskerfi sem að mun bæta heilsu og velferð þjóðarinnar gríðarlega og þá skilur fólk af hverju það er að færa fórnir dag þá er þetta meira svona óljóst við erum ekki að stefna neitt við erum ekki með neitt narratív sem segir okkur að við sem að búum á þessu skeri eigum eitthvað sameiginlegt eða séum að með eitthvað sameiginlega markmið við bara erum hérna það er svona þetta er sko, við tökum Evrópu bara til að gera þetta ég er bara algjörlega sammála þú veist, þjóðverjar eru rosa mikið að passa sig að fara ekki að borga fyrir heilbrigðiskerfið í Búlgaríu eða eitthvað svoleiðis þú veist, það er rosalega tókstreiti innan Evrópusambandsins og þú veist, þessi jaðar á evrunni og svona er rosalega erfiður út af því að út af þessu einmitt, við fyrir bara ef við skoðum söguna, þetta er náttúrulega eftir seinni heimsstyrjöld, þú veist, eftir þetta biluðu átök og mannfórnir og þetta var allt svo yfirgengilegt að það var kannski overkorrektað svolítið langt í áttina globalismannum og frið að reyna að draga úr þjóðríkis hugmyndinni vegna þess að hún var þóttið bara hreinlega eldfim og hættuleg, skilurðu, og nationalismi, þú veist, allt þetta og maður skilur það í samhengi sögunar, 100%. En útkomin er þá verið Evrópusambandið það sem að lýðræðið er fært aðeins úr þjóðunum inn í svona ólýðræðislegt dæmi sem er samt ekki með neina samtryggingu, þú veist, eins og í Bandaríkjunum er þú veist, eftir með federal stíið þar sem fólk borgar eitthvað inn í það og það skuldabréf útgáfa á því stíi og bandarísk ríkisskuldabréf eru, þú veist, öruggasta fasteigna heimi, þú veist, við erum ekki með evrópska seðlabanka sem eru að gefa út þessi ríkisskuldabréf markaði, skilurðu, og þetta bara er ekki að ganga, skilurðu, evran mun örugglega slitna annarkvæmt með því að Þýskaland mun segja þessu úr þessu vegna þess að, þú veist, þetta er orðið of stórt spektrum á mismunandi peningastefnum sem ætti að virka fyrir þessa þjóðir vegna þess að þær er ekki með samtrygginguna til að konverja livingstandardin á þjóðunum eins hratt og hann myndi hann að skerast eins og til dæmis í Bandaríkjunum þar sem er allavega einhver samtrygging, ekki mikil náttúrulega, en það er allavega þessi hugmyndafræði að þú ert kani og Bandaríkjamaður og hefur aðganga einhverju svona sameiginlegu. Hlaðvarp er í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Já, ég held sko að þetta nái töluvert dýpra heldur en bara líka í fjármálakerfi, þegar þú náðir eiginlega utan þetta ágætlega áðan þar sem þú varst að tala það að við einhvern veginn ætlum að svona yfirfæra menningu yfir á Palestínu, við ætlum að yfirfæra menningu, við ætlum að lýðræðisvæða Írak, við ætlum bara að sópa Saddam Hussein
sem var líka hryllilegur hartstjóri. Bara fast forward, Já, bara menningalegt sjokk-therapy á Palestínu núna, bara við höfum eða einhverja þjóð. Já, Maragasa, skilurðu. Þetta bara virkar ekki þannig, sko. Nei, en ég held að það sama sé upp á teningnum svolítið í Evrópu, þar sem að okkur hefur verið sögð svo saga að samtrygging allra Evrópubúa myndi koma til með að bæta lífskjör og sem svona sameiginlegur kraftur og þá getum við einhvern veginn bara leyst úr læðingi rosalega jákvætt kerfi þar sem við værum með frjálst flæði, fjármagnsvöru, fólks og þjónustu og að þetta myndi koma til með að bara strömlínulega allt kerfið en eins og þú varst að segja, ég held til dæmis og bara við farum þetta yfir til Íslands ég held til dæmis að fólk sé alveg tilbúið til þess að koma náungarnir sínum til aðstoðar en ég held aftur á móti að það sé svolítið menningarsjokk allt í hennu að búa þann veruleika að til dæmis eins og með heilbrigðisþjónustu fyrir þá sem að koma hérðan bara koma í flugvél, sækja hæli og annað ég held að ástæðan fyrir því að þetta er svona mikið pólitískt bitbein þrátt fyrir það að það sé kannski ekki stærstu fjárhæðirnar þó það séu töluverðar að fólk er bara ekki með pólitíska eftirspurn eftir því endilega að grípa þetta fólk og þá erum við komin í það bara, ok, kannski finnst okkur óþægilegt að segja það upphátt en ég held samt sem áður að það sé ástæðan fyrir því, við sjáum bara til dæmis að við komum upp einhver afbrotamál og það er einhver Íslendingur menn að það fær kannski 20 like eða eitthvað, hann var sakveldur svo ef hann er ekki hérðan að þá erum við allt í nú bara, hvað í fokkanum er hann að gera í þessu landi og bara út með hann, út með alla þannig að þetta er svona, ég veit ekki, það er kannski eins og Orwell sagði að helsta frelsið var að horfast í augu við óþægilega staðreyndir. Þetta er svolítið hluti af því að við getum einhvern veginn ekki menningarlega yfirfærið og saman alltaf eins og ég var nefnað í Evrópu að við getum ekki einhvern veginn menningarlega þrengt þessum svona frjálslyndis hugmyndum Pírata / Samfylkingarnar 2014 yfir á bara samfélagið og bara búist við að það myndi bara fljóta. En þetta eftir, ég held að setja saman í einn hóp málfrelsispælingarna þínar við pælingar einhverja Pírata einhver önnur réttindi. Þannig ég var svona að skjóta tilbaka á þeir líka, þú veist með það, þú veist ég seti þetta svolítið svona smá, þetta er svona partur af liberal hugssjón sem er, þú veist, kemur á einhverjum tímapunkti í, þú veist, hvernig þjóðin þróast, sko. Já, mér veist það bara. Ég ætla að segja bara svona sögulega hefur verið þannig, sko. Já. Nei, ég meina, ég líka sagði hann, ég var náttúrulega að stríða Pírötunum, var að segja, þú veist, núna eins og þegar Þorgerður Katrín kemur fram og segir allavega gott að við losnum við einræðisherra og allir voru svona frekar pirraðir yfir því og fannst það lélegt en ég svona hugsaði ok, hún hefði mögulega getað sleppt því og verið svona að segja er þau alþjóðlega blæti en ég hugsaði svo líka hvað ef við værum með Pírata sem utanríkisráðherra hvað hefði gerst, þú veist, ef að Þórhildur Sunna hefði bara, þú veist, rekið sendiherran heim og sendt stóra yfirlýsingu það að allir bandaríkjamenn myndu þurfa að sæta einhverjum þvingunum á landamærunum og við myndum bara missa svolítið hausinn. Ég meina, stundum er betra að gera bara minna og segja minna. Það er bara að leyfa hlutunum að liggja á milli hluta. Já, eins og margir Evrópusambandsleiðtogar stíga mjög varlega til jarðar, eru aktíft að fylgjast með þróun mála og eitthvað svona. En þetta er náttúrulega það sem hann gerir kannski sko, Venezuela er aldrei flókið er að sko ykkur staðar þegar fólk er að mótmæla þessari aðgerð sem er alveg full ástæða að mótmæla en sko viljum við samt að þeir skilja Maduro heim er það leiðin áfram hversu mikið áfall bara, það heila bara hálf grimdarlegt gagvart þá íbúum Venezuela og þessum 8 eða 9 milljónum sem að hafa flúið landið það er bara svona afmóraliseringin þess að segja bara já en regluverki segir þetta með ekki þannig að hérna er harðstjórn ykkar aftur. Ég myndi segja já, veist ég bara ég skil hvað þetta fara sko. En hvað, finnst þér að þetta bara skilur honum aftur og ég er bara fundamental, ég ætla bara enga trú á því að þetta sé leiðin en ég heldur sem saman það en þú ert að segja þú veist að því gefnum að við erum búin að stela honum er málið að skila honum eða þú veist en eins og kom kannski fram áðan ég er með svona kannski aðeins aðra sín á Venezuela annars að það einhvern veginn ætla bara að taka eitthvað svona AI hraðkennslur bara til að svona get me up to speed og öll þau gervigreindar session eru þú fílar Chomsky, þú fílar marxist-leninisma ég er sósialisti nú getum við spjallað saman, ég freyma allt svona, ég nota AI mjög mikið bara til að setja minn hlutuna
og þá er ég alltaf með svona passa að sé mín slagsið á því sko til að vera tryggilega inn í minni búblu. Já. En ég nefnilega sko velti þetta aldrei fyrir mér sko, það kemur ákveð sjokk sko, Bandaríkin koma á og bara fara sínu fram og sko við erum alltaf að gangi sama sjokki varandi Bandaríkin aftur. Ég á öryggisástæðinni munn hérna í fyrra, það mætti J.D. Vance varafórsti og hann sagði basically þetta eru leikreglunar hér eftir frá okkar bætur en séð og við vorum allir smá sjokki yfir því hann hefði sagt þetta og það sem raunverulega gerist við Venezuela er að þeir bara framfylgja því sem þeir hafa sagt að sé hvernig þeir muni gera hlutina og einhvers þar er sko hugmyndin alþjóðlög er opbóðslega falleg en þetta er líka ákveðin lygi. Einhvers þar þarf löggjöf að virka á pínu svona hoppsískan hátt, þú ert með einhvers konar yfirvald sem að getur sem sagt beitt lögunum og sem sagt þvenga þeim upp á alla sem að lögin ná yfir en í alþjóðakerfinu alltaf ert ekki með neitt slíkt og það er enginn að fara á endanum í hart við Bandaríkin þó þeir fara á svig við alþjóðalög og kannski hitt sem er í þessu það sem alþjóðalögin hafa mörgleiti gert ef maður bara horfa á pólitíkinni í þessu er að þau hafa þvingað stórveldi eins og Bandaríkin til þess að reyna að setja ykkur svona mannúðar áru á aðgerðir sem að snúast fyrst og næst hagsmuni Bandaríkjanna á bandaríska stjórnvalda og viðskiptahagsmuni stóra aðila í Bandaríkjunum til dæmis fara til Írak til þess að breiða út lýðræðið var það í alvörinni stóra málið það er akkurat þetta atriði sko sem kannski er á vissan hátt bara pínu ágætt að núverandi stjórnvöld í Bandaríkjunum eru ekkert að þykjast þau eru bara að vera í blákaldri hagsmunagæslu, svona lítur þetta út fyrir okkur og svona er heimurinn og einhvers það er bara ágætt að fá það líka upp á yfirborðið. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því er það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast er við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu er staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Já, þeir voru náttúrulega með Líbíu þar sem að Hillary Clinton náttúrulega bara hreykti sér af því we came, we saw, he died hérna ræðan hennar þar sem hún er að tala Gaddafi. Það er svona ýmislegt svona og ég er alveg sammálaður, ég er einmitt búin að nema þetta svolítið líka er að já, Bandaríkin voru náttúrulega í það sem heitir á ensku covert missions, það sem þeir eru í rauninni að fara svona undir radarinn Janukovic í Úkraínu 2014 þegar að sem er aðdragandinn að því að Rússar fara inn í Krímeuskaga þar sem að Bandaríkjamenn voru svolítið að ýta undir það og honum er steypt á stóli. Það hafa verið fullt af svona og kannski er það rétt hjá þér að þeir eru meira bara svona í því að vera með þetta bara upp á yfirborðinu en ég held að hann sé líka ég veit ekki sko þetta því að það verður mjög sérstakt að fylgjast með bandarískum stjórnmálum almennt. Það var núna kvart yfir því að Republikana var ekki að fíla það sem að Trump var að gera því að hann náttúrulega var þessi anti-stríðsmaður, hann var gegn stríðum en núna allt í hennu er hann bara búinn að algjörlega snúa þessu við í 180 gráður þannig að það verður mjög áhugavert að fylgjast með pólitíkinni en ég hins vegar held líka út að þegar við vorum að tala svona narratífur sem við höfum gagnvart sjálfum okkur og hér á Íslandi erum við meitt múin að vera að drepa þetta svona svolítið niður, þú veist, við erum flest að einbeita okkur að því að ná okkur í magavöðva, ná að pósta því á Instagram, rassinn er svona það fyrsta sem að tekur eftir í stað þess að sjá prófgráðuna,
þegar unga stelpur að birta það. Við erum einhvern veginn með stórkostlega skrýtnar hugmyndir það svona hvert við stefnum og það sem að mér finnst við sjá bara miklu meira stefnuleysi heldur en nokkuð annað. Og í þessum veruleika þá held ég líka sko að Trump sé svolítið að horfa bara, heyrðu, ég ætla bara að selja Bandaríkjunum bara þessa hugmynd sko að við ætlum að gera okkur frábær aftur og þetta sé leiðin. Bara þú veist, við erum frábær með bara svona brút valdi gagnvart þeim sem að eru bara að setja sér einhvers konar hugmyndir það að þeir geti líka náð einhverjum framförum í sínum ríkjum með sínu hugmyndafræði. Að þú heldur með besta liðinu bara að segja bara við erum best og mest og þú ert ríkisborgari Bandaríkjanna og bara þú heldur með besta liðinu, það eru við, þú ert í winning team. Já, þú ert í liðinu. Já, nákvæmlega, ég meina. Og það ég held að líka, við erum að sjá bara eins og með veikindahlutföll hjá opinberum starfsmönnum. Ég held að það sé svolítið merki þess að við erum einhvern veginn svona í ákveðnu stefnuleysi. Þú ert ekki með rosalega mikla tengingar við það að þú sért að bæta þitt samfélag. Heldur bara starfið þitt alltaf einhvers konar kvöð. Þú ert í rauninni ekki að bæta lífneins, þú ert bara svona annar múrsteinn í veggnum. Mér finnst þarna sko Rubio og Hexe þau eru jafnvel ennþá meira þarna sko. Já. Þeir eru með svona skólastráka hugmyndir svona um svona mikilmennsku stjórnmál og þú veist, þannig Hexe þeir sko bara, hann er bara svona Búli. Já, maður mitt fær svona flashback bara, það var alltaf eitt svona gæi í bekknum einhvern veginn, bara eitthvað svona, þú veist, og með þessi tattoo og drekku mikið einhvern veginn, þú veist, og hann er bara með svona macho ári og hann talar sko, nú ætlum við að hætta þessum, pussy stríðum sko, nú er bara maximum lethality maður bara, ok og bara burt með eitthvað transhermenn og bara nú erum við að fara bara back to basics, bara að vera með alveg her þú veist, hann er alltaf svona þú veist, peppræður, þú veist, í þessum tón sko. Ef einhver hefði sagt við mig fyrir 10 árum að sá sem að kemur að því að stýra hernum væri að nota orðið fuck around and find out í ræðu þegar að vera að tala mannrán í Suður Ameríku, þá ég sagði hvað þetta Já, og þú bara á Twitter-reikningarnir hjá Hvíta húsinu eru bara að embracea internetkultúr og meme-kultúr bara 100%. Gera ykkur steikt vídeo og eitthvað. Það er einhvern veginn all hugmyndum að stjórnvöld þurfa að hafa ykkur svona lágmarks reisnir algjörlega farin hana, sko. Þetta er ekki emmeringar, sko. Þetta er bara MS. Sorry allir emmersingar. Ég er gamall emmersingur, þetta er í lagi. En þetta er líka, sko, það sem er kannski áhugavert við það sem að, sko, leksjan sem kannski hefur lærið í Bandaríkjunum er það að þeir fara, þeir sækja Maduro og skilja allt stjórnkerfið eftir. En sko, þeir eru búin að senda skilaboð. Ef að við lítum á ykkur sem hluta af okkar áhrifasvæði, ef þið gerir ekki það sem við viljum að þið gerið, þá munum við gera þig persónulega ábyrgan. Þannig að sko ykkur þar er þetta hóturinn sem sagt, svo bara ok, við erum búin að sækja Maduro, hér er einhvern nýr forstið, hvað ætlað þú að gera? Þið sögðu Rodríguez, sögðu þarna, bæða við þú Rodríguez, ef þú hefur það ekki sko, þá eru svipaði þarna fyrir þig sko, það sagði eitthvað svona sko. Er þetta ekki svolítið svona kínversk hugmyndafræði sem vorum að ræða máðan sko, það sem að þú ert með svona frelsi til þess að haga þínum málum á ákveðin máta, en svo veist, það sætir ákveðinum takmörkunum og ef að þú lútir ekki okkar vilja, að þá þú ert ekki tilbúin til þess að lúta okkar vilja, að þá munum við grípa inn í. Þetta er eitthvað svona stjórn. Þeir vilja stýra Suður Ameríku. Já. Og ég meina, þetta er auðvitað svipað, þetta er það sem held ég öll stórveldi gera í raun og veru. Einhvers staðar var sem sagt sáttmálinn milli Evrópu og Bandaríkjanna á eftirstríðsárunum að Vestur-Evrópu byggði á því að Vestur-Evrópa væri alltaf með Bandaríkjanum í liði, gerði það sem Bandaríkjan vildu, öðrlengdi fengu þau tölvöld frelsi til þess að haga sínum málum á þann hátt sem þau vildu sjálf, sko. Þetta er bara grímulausara. Mér svo fyndi bara þegar að Evrópuleiðtogarnir, þú tala um Evrópuleiðtogarnir sem höfðu, þegar þeir voru að bregðast við og voru að tala um að vera fylgjast rosa vel með málunum hérna í Venezuela, sko. Það var þetta þannig, sko, Trump kom, var með blaðamannafund, bara sturlaðasti blaðamannafundur bara sem ég man eftir og þetta var svona algjört mask off. Hann var ekki pretending að vera að dreifa, sko, lýðræði, sko. Hann nefndi það held ég ekki einu sinni, sko. Það sagði bara, við erum búin að þessu gæja, it's our oil, þetta er olían okkar, þetta var svona algjörlega grímulaust, þannig að hann var ekkert pretending út, segir kannski það bara fínt, ég er pínu sammála því. En þarna Evrópuleiðtogarnir stukku til og þeir fóru að tala um að það væri verið að dreifa lýðræði, sko.
þannig að þeir voru svona offera svona sem svona litlir chihuahua hundar svona hvort að það er ekki gott að er þetta ekki örugglega þetta lýðræði hennar sem að var verið að dreifa eða þú veist og þú veist það er þessum stöðum sem mikið við þú veist Þorgeiri Katrínu bara það snerist ekki að frelsa Venesúela Trump var ekki einu sem reyna að segja á blaðamannafundum af hverju þú var hann að trúa því þú veist í okkur Íslendingan bara mér fannst þetta vera óþolandi. Hlaðvarp er í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það er nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem er valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta er ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta er líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Þetta var alveg sagt sko að hérna þetta snýst á endanum ekkert fólki í Venezuela það getur setið upp með miklu verri díl sem að væri sko núverandi stjórnvöld algjörlega undir hælnum á Bandaríkjum og hérna sama harðræðið í gangi áfram þannig að hérna að því leiti en svo er náttúrulega hitt sem í þessu sko það er þessi hótun sem að sko nær svo lengra hann er búin að svona urra í áttina að fásta Kólumbíu og Mexíkó og fleiri aðalega sko og í dag allir okkur finnst hugmyndum það að Bandaríkjum myndum mæta og ræna Mette Frederiksen til þess að þynga fram afsal á Grænlandi okkur finnst þetta frestaðkennd hugmynd í dag en verður við þar ennþá til 10 ár þú veist ef þetta er eitthvað sem maður verður hægt rólega normaliserað í alþjóðakerfinu að bara þau stórveldi sem er í heiminum þau munum bara fara og ræna fremja beisli mannrán og leiðtogum annar ríkja sem þau telja í að hlýða sér það breytir náttúrulega dýnamíkinu og þetta verður þessi persónulega ábyrgð sem þýðir að stjórnmálamennir í þessum löndum verða líka hreddari þeir veit að þeir munu bera kostnaðan persónulega ekki bara ríkið þeirra sko. Þarna kemur upp þetta shuffle í þessum þessari pólun í valdamiðjum við erum með valdamiðju í Bandaríkjunum skýrt, þeir vilja stýra þá Suður-Ameríku, við erum með valdamiðju í Kína og hversu svona imperial það verður, ég held ekki sko, þú veist margir spá því, en ok en svo spurningum Evrópu og Rússland og þú veist Rússland er nágranni Evrópu og Evrópa deilir er með Georgíu og Úkraínu og svona þjóðir sem hafa að reynda stíði ykkur dansa svona hallar sér kannski báðar áttir og svo vera að kljúfa einhvern veginn stjórnmálin innanlands í tvent milli þessara tveggja þú veist, hvar verður Evrópa sem er einmitt með Evrópusambandi sem er pínu veikt, ekki með her, ekki mikið varnarsamstarf, ekki til líkingu við NATO allavega skilur ef að NATO fyrir upp og ef þú ert að tekna upp þess að hvað eftir 10 ár gæti Bandaríkin bara fara að vilja að skipta sér meira að með því að ræna einhverjum leiðtogum í Evrópu fjarstæðikennd hugmynd, en þetta vekur upp spurningarnar þú veist, hvað er planið í okkar heimshluta og þetta er Rússland þú veist, ætlum við að vera með okkar eigin her, ekki NATO, þannig að það eru Bandaríkin, Evrópa, mínus Rússland og svo Rússland alveg sér einhvern veginn. Þú veist, ég er mjög hræddur það. Þú veist, það er nú svona mest skeri sviðsmyndin að það verði escalation á þessum, ekki bara Úkraínu, það muni dreifa úr sér. Stærsta öryggismáli í Evrópu okkur núna er þetta. Ég persónulega hef ekki áhyggjur af því. Ekki Bandaríkin sko. Ég er miklu meira stressað með hitt sko. Já, ég hef ekki áhyggjur af Bandaríkjunum í þessum skilningi. Nei, ég er pínu sammála þessum sko. Já, ég hef ekki áhyggjur beint að Bandaríkin muni vilja út af því að þeir hafa það mikla öryggishagsmuni gagnvart Evrópu að þeir muni ekki vilja kljúfa sig frá þessu. Hins vegar þá hef ég alveg sagt frá upphafi stríðsins í Úkraínu að það sem að mér hefur þótt svolítið einkennilegt við umræðu þeirra sem eru mjög peppaðir yfir Úkraínu sem að ég er líka, ég er stend með Úkraínu í þessu en umræðan hefur snúist að því að bara við ætlum að knéseta Rússland bara við hættum ekki fyrir en að Rússland er bara alveg á hnjánum og í mólum og ég er alveg sama hversu hræðilegur finnst Putin vera, alveg sama hversu hræðilegur finnst ástandi vera þá viltu ekki sjá Rússland í einhverju upplausn
því þá ertu komin með 150-200 miljónar manna, svona reiki hvar töluna liggja í dag. Þá ertu komin með sko mannúðar krísu ástand, þar sem voru með fullt af hópum, mismunandi trú, mismunandi kynþættir, mismunandi allt sem að getur ollið sko og svo náttúrulega myndi það smitast yfir í Azerbaijan, Kazakstan og fleiri lönd. Kaja Kallas tala fyrir þessu bæði. Hún bara outspoken, talsmaður þess að skipta Rússlandi upp. Já, ég næ þessu bara, ekki alveg sko. Mér finnst það vera algjörlega keksruglað og þetta er svolítið... Í nafni Íslands, mér að því hún frá Íslandi, frekar heldur nafni sko einhver vilja aðal ríkjana í Evrópu. Þetta er ekki sem að kránur á talum, þetta er algjörlega galið ástand. Já, ég einhvern veginn get ekki séð fyrir mig hvernig það getur verið farsalaus fyrir neitt. Við sáum þetta líka þegar að eða láta reyna á hermátt Rússlands. Já. Þú veist, þú ert að gefa þær ef við getum þá unnið og segja að við myndum vinna það og skilja Rússland eftir upp skipt, en við viljum heldur ekki láta reyna á stríðið to begin with, burt sér frá afleiðingunum sko. Nei. Að þú veist, hermáttur Rússlands er alltaf að fara að vera, það getur byggst upp mjög hratt, skilur þetta mjög stór þjóð Já. Sem hefur ekki góða reynslu af þessu svæði og Evrópu. Og þeir eru með stærsta kjarnavopnaflota í heimi og ef að þetta myndi leysast upp ykkar kaos, þá er það tölverð ógn. Já, ég meina, þú veist, einmitt eins og þú segir, sko, ef þú væri með lítinn kjarna sem að væri allt í einu með kjarnavopn og væri ekki með mikið yfir og maður svona, ég veit ekkert hvernig það myndi spilast, en það er ekki hægt að lýsa því, en ég meina, ég held að Saddam Hussein sagði þetta á sínum tíma sem var alltaf viðbjóðslegur þegar hann var að nota sinnepsgas á Kúrdana og í Kúveit og fleiri stöðum. Og náttúrulega hvernig hann dróði sér völd var náttúrulega algjör viðbjóð líka sem hann skaut bara þá sem að voru gegnunum í hausinn og lét aðra alþingismenn gera það. En hann sagði í viðræðum við Bandaríkjamenn stuttu áður en innrásin hófst að þá var einmitt verið að tala um svona mannúðarkrísu og hann sagði sko þið viti ekki hvað ég er að díla við. Ykkar hugmynd af því hvernig samfélagi vera, ég er ekki með það. Og það er svona svolítið það sem að mér finnst við líka þurfum að horfa til þegar við erum að tala um Putin að sama hversu hræðilegur okkur finnst það að vera þá er þessi ógnarstjórn líka eitthvað sem að viðheldur ákveðnum stöðuleika sem að ef hann er ekki fyrir hendi að þá vitum við ekkert hvað kemur í staðinn. Það er svona svolítið eins og þegar fólk var að tala um Al-Qaida var alltaf að versta sem að gæti komið fyrir meðstöðund. Svo allt í einu kom ISIS, þá hann bara hvarf Al-Qaida sem einhver svona ákveðin stöðuleika hópur innan Mið-Austurlanda sem ISIS var líka að berjast við. Getur ekki fundið eitthvað svona Obama-Kristrún hybrid bara og sett bara allstaðar og þá eru allt bara perfect, þú veist. Það virkar ekki alveg henni, sko. Allir læra að elska lýðræðið á markaðinu. Já, með réttum leiðtoga. Nei, ég er bara hjartanlega samanlega með realpolitíkin og Rússland. Umræðan er búin að vera bara gjörsamlega galin. Bara eiginlega allstæðar í Evrópu, ekki bara í Íslandi. Bara fyrstu viðbrögð voru bara að mæta þeim bara fullu afli og bara nú er bara komið tími á bara this is it, sko, að ná Rússum á vígvellinum, sko. Ég var mikið að tala einmitt gegn því þá. Núna er tóttin búin að stillast aðeins af, sko. Það er aðeins meira svona reality check í umræðinu núna, en maður var bara tekin að lífi á Facebook, sko, þegar maður var að tala um þetta þegar fyrir svona rúma ári. En svo náttúrulega kannski annað, sko, hvernig mun Evrópusambandið þróast í þessu umhverfi að því að, sko, Evrópusambandið er gríðarlega búrókratískt og það er ekki lýðræði og það í dag er eins og ég get komin á þann, sko, það er engin sameiginleg saga um Evrópu og hvert Evrópu er að fara. Það var það þegar Evrópusambandið var fyrst og fremst Evrópusamrunni byrjar í Vestur-Evrópu, þá er þetta búa til sameiginlegu söguna. En í dag er Evrópusambandið samsett úr löndum sem hafa ólíka, sko, geopolítiska hagsmuni, ólíka efnahagslega hagsmuni, ólíka menningalega hagsmuni. Og ólík tungumál og samstæðan er ekkert rosa mikil. Það er mikið af löndum sem eru austar sem að eins og, ég vil segja, sko, er að svona reyna að dansa einhvern lífundans á milli. Og það er ljóst að Rússland er búin að vera að vinna í því að kljúfa upp almenningsálitið og reyna að ná undirtökunum. Þannig að, sko, þá er spurningin, eru þessi lönd í raun og veru áreiðanlegi bandamenn? Mun Evrópusambandið halda í því formi sem það er í dag? Eða mun það klofna upp á okkur hátt þannig að kannski Austur-Evrópulöndin verður þá aftur áhrifasvæði Rússa með Vestur-Evrópu sem einhvers konar Evrópusambands
stærð sem getur búið til sammeila sögu, þannig að þú veist, það er alls konar svona flækjur í þessu sem að gera mörgum að þú veist, mjög til þess erfitt áttamæði er svo sko hagsmunum okkar til þess betur borgið í Evrópusambandið í dag, því að ég veit ekkert hvað Evrópusambandið verður eftir 10 ár, 15 ár. Þessi stækkun Evrópusambandis líka grefur undan undan þessu sko þessari vegferð að verða meira federal eins og Bandaríkin. Ég hef alltaf sagt með evruna, hún er svona halfway house, hún er slæm eins og það er annarkvort að fækka Evrulöndunum, þannig að þessu fleiri sem eru samheldnari utanum hana, það geta alveg gengið örugglega milli Frakklands og hérna Þýskalands og kannski Spánn og okkur svona, en að stækka periferíið og taka inn svona margar jaðar þjóðir, það grefur undan því að það sé þá mögulega viljið til að færa eitthvað, ég segja sama áðan sko, eða bara hann í aðeins öðrum orðum sko, þannig að ég er mjög svartsýnn á velgengni þessa svæðis vegna þess að það er svo mikið lagt kapp á að stækka evrusvæðið sko. Já, en raun og akkur það til þess að Evrópusambandið sko lifa af þyrfti í núverandi formið þyrfti eiginlega að taka þetta alla leið, klára lýðræðislegu integreininguna, efnahagslegu integreininguna, þannig að sko Seðlabankinn væri fyrir nú var fjárveitingavaldið komið til Evrópusambandsins, en það er bara nánast ógerlegt að fá aldaríkin til þess að samþykkja. Það þyrfti eitthvað eitt stórt, en ég hugsa núna reyndar geti eitthvað verið að pæli, öryggismálin geti verið það. Mögulega. Þannig að það myndi koma með svona sama hlutfall í öryggismál og Bandaríkin eru að setja hjá sér, þá væri kannski mögulega komin eitthvað grundvöld til að vera með skuldabréfa útgáfuna til að fjármagna öryggismál í Evrópu, að þeir við erum búin að gera rosalega mikið nóvinn úr Rússlandi og Bandaríkjunum og við erum eitthvað holy shit, við þurfum eitthvað þétta ræðnar eins og þið segja alltaf hérna þessi Evrópuleiðtogar, en ég held að það ætla að vera bara hræðilegt sko. Það væri hræðilegt að fara í brjálæðislega vígvæðingu á kostnað kerfana sem að Evrópa stæri sig af sem eru velferðarkerfin sko. Já. Ég er náttúrulega bara Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is er í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og er alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona er þetta nú samt. Einnig er boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægi stiltur á staðnum. Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú er tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Við sjáum líka bara, því að við erum aðeins búin að koma inn á svona pólitíska eftirspurn, ég meina við sjáum líka hérna það er mjög mikið að breytast bara almennt séð í stjórnmálunum allstaðar og þegar við tala svona, við veitum ekki hvernig Evrópusambandið er komið til með að líta út, við getum eiginlega slegið í föstu að það verði ekki eins og það er í dag. Það er eiginlega 100% að það verði alls ekki eins og það verði í dag. Ég get ekki sagt til hvernig nákvæmlega verður, en ég veit allavega að það verði ekki þessi hugmynd von der Leyen að því hvernig samfélagið að vera. Og það er bara út af því að fólkinu verður skiptað út fyrir það sem að vinstri myndi kalla ákveðni vinstri menn, ég ætla ekki að setja þau öfga hægri menn sem eru með einhverjar hugmyndir það að samheldni landana eiga að vera fyrir hendi, ákveðin þjóðrækni, ákveðin svona tortryggni gagnvart ýmsu valdi, ákveðin tortryggni gagnvart svona elítu sem að hittist á ákveðinum skemmtistöðum og heldur sér svona frá almenningi. En Evrópusambandið búið mjög lífseikt líka, lifði af ótrúlegustu hluti, núna síðast orkukrísuna. Það mun ekki falla frá, ég er bara að segja að það verður allt öðruvísi. Já. Það er eiginlega... Já, ég held að það sé sko rétt að mann ekki losna upp, ég held að það sé ótrúlega lífseikt og það er verður barist fyrir einhvers konar Evrópusambandi, en ég held að ég er sammála, það er, þú veist, lífskjarakrísan og orkukrísan í COVID og svona er ekkert í samanburði við sko alvöru öryggiskrísu. Alvöru öryggiskrísur og raun og vera það sem getur breytt hlutunum mjög mikið sko. Og það er það sem við getum verið að stiga í áttina á þessu ári sko. Eða svona, það er alltaf bara hræðilegt að hugsa til þess, en þú veist, það að hugsa til þess og það að fara að ímynda sér öryggisógn
býr til svona escalation í hugmyndafræði sem að veldur því að þú gerir eitthvað pínlítið, þá mun andstæðingurinn líka fara að velta fyrir sér bytunu, hvað okkur er þessi vopnuð uppbygging þarna, ég þarf að gera eitthvað mótið þessu, það er ekkert að gerast en þá baku tjöldin er rosalega escalation og þetta er búið í gangi, þetta mun held ég halda áfram sko. Það heitir securitization í hernaðarfræðunum, þar sem einmitt að annar er að byggja upp vörn til þess að takast á við eða undirbúa sig gagnvart andstæðingi sem er líka að byggja upp og svo bara byggja þér. Já, what for? Sem er kjarnavopnin. Þú veist, já, þetta er bara Já, ég held að þetta sé líka liður í því sko, hvernig við hefum séð hugmyndin þjóð og þjóðríki aftur sko fara í dálítið forgrunnin á stjórnmálunum. Það er alltaf komin þessi þörflis að horfa á þetta, hér erum við með einhverja heild og við þurfum að hana ganga upp fyrst, svo getum við byrjað að huga því hvernig við getum bætt hlutir hennar. Af því að við erum alltaf stödd í umhverfið þar sem að allt er ekki lengur bara opið og allt er ekki lengur þægilegt, heldur við þurfum alltaf að fara að hugsa mjög kalt hverjir okkar hagsmunir í þessu alþjóðaumhverfi og kannski aldrei ofta erum við að fara að reyna að rigga þau með einhverju teipi sko. Já, ég reyndar hef sagði núna fyrir ekki svo löngu að ef allir Íslendingar eruðu hardcore eruðu alfarið með Palestínu og væru bara að posta eða byrta færslur á Facebook og Instagram og allstaðar, allir Íslendingar væru bara harðir þar eða væru bara harðir sionistar og væru bara að byrta færslur það hvernig var farið með farið með fólk 7. október og annað. Það myndi ekki hafa nein áhrif á þetta og þess vegna er ég alltaf að segja að utanríkisráðherra á einmitt ekki að vera með afstöðu til Palestínu eða Ísrael eða einhver öðru og því að við erum bara einhver smábær í Ballarhafi, eina sem við höfum að gera er bara einbytta okkur að okkar hagsmunum og það er eina sem að hún getur farið með ræðu á UN sem fyrir okkar flug, mun ekki koma til með að hafa en áhrif. Nei, líka aldrei stjórnmál snúast bara hagsmunni, það er bara kaldi veruleikinn á bakvið. Sérstaklega í dag. Realpolitík dagsins. Duct tape dagsins. Heyri, strákar, þú þarft að þjóta golfi, þannig að við ætlum að segja þetta gott að við gerum þetta einhvern tímann aftur. Þá verð ég ekki með duct tape, þá verð ég búin að laga þetta. Eða verðum allir með duct tape. Takk fyrir mig. Já, bara takk aðeinslega fyrir að koma. Þetta var, ég ætla reyndar að fara yfir fleiri hluti en við festumst í alþjóðastjórnmálum, en þetta var mjög áhugavert. Gott að sjá okkur og þangað til næst. Takk bara fyrir að bjóða.